Velkomin í Epic EM í handbolta framundan og við ætlum að vera með alvöru veislu fyrir alla leiki á leikdag en ætlum að hefja þetta hér með smá uppbytun og fara við móti heilsinni og skemmtilega stuðla og annað slíkt. Tetti Ponsa með ykkur og naflina sjálfsögðu hitt sem að fullkomna tvíegið litli stóri. Já. En það sem að við erum svona af, ungu kynslóðinu þá okkur að fá tvo gamla refi með okkur. Sem þekkja leikinn sem að sé nokkur stórmót. Hafa séðu nokkur. Sko þegar við byrjum að hugsa þá var ekkert EM. Hvað er alltaf skitturnar? Nei, það var ekkert EM. Nei, það var bara HM. Já, bara HM og Ólympíuleikar. Já. Við höfum aldrei gefið mikið fyrir þetta EM. Nei, við erum svona HM sinnaðallar í lífinu. Já, sökum Egyptana náttúrulega. Jú. Það vantar þá og brassana. Og smá samba í brassunum. Gaman að sjá þess að og kórumennir, ekki glemma kóru. Svo eins og vorum að ræða þetta á hann, þessi innkomi á Kötrun. Já. Þegar að Katar mætti á heimavelli með hörkulið það. Með aðkeypt lið. Já, það var alveg lið. Já. Aðkeypt þjónusta. Það var bara góð starfsmannalega fengið hann. Já. Það var giggo. Og hendilega, giggo. Tjattið höfum það svolítið virt og endilega neglið spurningum ef þær eru. Sko stráka, hvernig tek bara eina línuna, Hjóra, hvernig svona líst þér á þetta? Við nú verið svolítið að hvað ég að segja, tala alltaf svolítið vel upp undanfarin ár, kannski árangurinn ekki alveg eftir því en Mér finnst rosalega vel á þetta. Eða ekki? Jú, nei, ég var bara að skoða hvað er verið að spila. Er einhverja líkur að við spilum í Herning? Já, ef við förum undanúrslit. Já, ég skal mæta þangað. Í Jólland? Já. Þú ert í Jólland kall? Ég er svona, það er klukkutíum Rónus. Já. Og náttúrulega, þú flýgur á Billund og þá maður velta margir fyrir sig, Legoland opið? Já. Það er lokað. Það er lokað. Það hefði nú verið sterkt fyrir okkur tvo að taka Legoland og fara með naflan og laugardeginum í Legoland á milli leikja. Já, ég held að hann fá að fara í öll tækin. Já, það lítur að vera eftir nýjastu mælingar í Keilhöllinni. Ég held að jú, það er og rétt með. Hvað er það, 1.65? Já, ég held að sé 1.65. Þá þarf ég að vera með Keilu-Halla mymbandið, bara alltaf á alla örgisvörði. Bara, þetta er ekki ég var í Legolandi í fyrra, sumarið í fyrra. En sko, jú, ég er alveg mjög persinn. Sko, mér hefur svona fundist að Snorri sé alveg með þetta. Sko, eitt af því sem að þau verum að ræða, sko, hvað að fara að setja á Epic. Gæti kannski fengið eitthvað fagteimi að því er hægt að setja stuðul á eitthvað huglegt. Eins og verður Snorri outcoachaður á móti. Vá. Og þá bara fæ ég bara einhvern bara sérfræðinga, ég veit ekki, þú, Ponsan og kannski Mike og þið metið það, hann var outcoachaður. Já. Þannig að við tökum leikinn eftir á play by play og svo greinum þetta svolítið. Já, og svo er bara, er svarið hér og þá bara, hann var outcoachaður, cash in. Já. Pæling. Þetta var það er alveg líkur á því að verði outcoachaður eins og síðast ári. Það var rosalega. Hvaða móti hverju var það aftur? Króatíu. Ég var á þeim leik. Dag og sig. Þú varst á þeim leik. Og maður sér þetta oft betur í stúkunni. Ertu ekki svolítið sammála? Ég var alveg strax bara það verði outcoachaður. Já, þú alveg reyndir. Þú reyndir að grípa inn í. Nei, þetta ég aldrei séð neitt. Það bara þarna sá ég bara já, ok. Við hefum ekki séð. Þessi kortels 20 mínútur kapli þarna sem fyrir með okkur. Sko, þú sígur að þér ótrúlega flott fólk hérna, Hjálmar. Var þetta ekki alveg ekta staður fyrir þig að vera þarna á stórmóti í handbolta? Jú, ég elska þetta. Geðveikt að vera þarna. Og spjalla líka, kíkja inn í hlið og spjalla. Það er líka við sem höfum gaman í Íslendingum erlendis. Það er bara þannig. Þá gerist þetta ekki betra. Fyrir ykkur hipster að reyna að forðast Íslendingar, þá var þetta ekki mót fyrir ykkur. Nei. Bara vera á Victoria hótelinu og tenni og stórmóti í handbolta. Það líður þér vel. Nafli, hvernig líst þér á það? Bara gríðarlega vel, ég held svona í alvöru tali, ég er náttúrulega mjög spenntur fyrir að fá Ómar aftur inn í þetta og einhvern veginn að Ómar og Gísli báðir einhvern veginn eru bara, þú veist, núna er engar afsakanir fyrir þessa dómen, þeir eru bara upp á sitt besta og eins og þú hefur nú farið yfir með okkur, leiðin hefur aldrei verið jafngrið. Hún hefur aldrei verið greið. Já, en því svona í alvöru talað, skilu, þá erum við að sleppa við Dani og Frakka og þetta og við eigum bara að fara upp úr þessum milliriðli, fara í undanúrslit, þú veist. Við erum náttúrulega búin að vera í 9. og 10. sætið núna með Snorra síðustu 2 tímabil sem hefur ekki verið gott. En svona eins og síðast,
það var mjótt á munum. Já, Það var markatalan. Já, en bara en starrendin satt svo, við vorum í skítasæti, töpum leiknum sem skipti máli, illa, þannig að ég mjög bjartsýnn og ég held að þetta verið mótið okkar, við förum í þetta úrslit. Þú skoðar áfangastæðin ekki endilega ferðalagið. Já. Þú ert einn af þeim. Herru hjá mig, ertu ekki bara peppaður? Já, ég sko þetta Ítalíulið þeir spila ekki með línumann. Nei. Það er geggjað. Það er og rosalega. gaman að fá svona eitthvað nýtt þetta var sem er skemmtilegt við einmitt HM það gerir sjaldnar á EM við fáum svona eitthvað alveg nýtt, þeir eru ekki með línumann þannig ég er spenntur að sjá hvernig við leysum það Sko, Ítalanir Hjörvar, ég veit að þú hefur svolítið gaman að þessu. Já. Þeir eru með þjálfara sem er forseti Fúsi Berlín sem er eitt besta lið í heimi. Þetta er svona eins og Úli Hönes Já, var að þjálfa bara, þú veist, Liechtenstein. já, hann er forseti Fúsi Berlín, sem er stórt lið. Já, þetta er svona framkvæmdastjóri eða forstjóri, já, svona stýröldu þar og svo er hann að þjálfa ítalska landslið. En hafa þeir ekki verið að spila svolítið allsískan handboltan? Hafa þeir ekki verið að mæta liðum framalega? Jó, svona 3-3 vörn maður og mann Já. og svolítið pressa svolítið duglega. En herðu, að þau tölum að leiðinni greið, sko, eða kannski bara neglið hans upp bara, þú veist, bara riðlónum aðeins bara hratt upp. Áður að gera það ætla ég að gefa persónulega 100-200 eurur á tjattinu bara núna eftir einhverju skemmtilegu sem er á Já, tjattinu þú kemur með gott. Já, Einhver sem spyrir naflanum eitthvað berís. eitthvað gott tjatt Þetta er sá tími Það ekki. á deginu. Já. Við skoðum þetta. Þetta er sem sagt A-riðillinn. Þetta eru 6 riðlar, A til F, A, B og C, efstu 2 liðin í hverju riðli þar fara í milliriðil 1 og svo úr D, E og F í milliriðil 2 og við skoðum að þarna erum við Þjóðverja og Spánverja. Það er bara búið að læna þessi strax upp hvernig það fyrr. Já, þannig að þetta enda svona sennilega. Sko, ef að Serbandi lendi í mótlæti, þá brotnaðir. Já. Þeir eru oft í vesinni svona. Það ætti ekki austur ekki að vera. En eru þeir ekki svolítið fasti fyrir? Gæti þetta ekki verið svolítið banani hýði fyrir Spánverjana? Það eru fasti fyrir. Heldur betur. Förum í B-riðilinn og þetta er allt hinn milliriðilinn. Þarna erum við með Danina, sko, sem að er á heimavelli en hafa ekki unnið EM síðan 2012. Þeir eru á HM-lið. Þeir eru í vesinu á EM einhverju hluta vegna. Sterkari keppni. Svakalega léttur riðil. Já, Portugal og Portugalin reyndar eru með svona skemmtilegt upp með komið lið, þeir eru ekki sens í Danna. Nei. Rúmina voru alltaf helviti sterkir inn í den. Já. Það er búið. Já, og Makedónin eru miklu slagari en voru með Lazaro og félagi fyrir einhverjum ára síðan. Ok, svo fyrir við sériðilinn og þá er það líklega þá Frakkland og Noregur sem fara þá, þið sjáu það, þetta er rosalega sterkur milliriðill. Þetta er riðill, sant. Veitu hvað lenda þeir í milliriðilli með þessu liði sem við vorum að fara yfir? Þýskalandi, Spáni, Portugal og Danmörku. Þannig við fyrir svo í okkar bracket, eins og þetta kallast. Það er sérst þetta bracket þarna, þeir sem við vorum að fara yfir. Já, þeir eru saman. Það er sérst milliriðill 1, 6 lið, 2 efstu fara í undanúrslit. Við erum að sleppa í fullt að góða þjóðum. Ok, þá er það okkar bracket og þetta er aðeins í tjattið, bara til að leyfa tjattinu aðeins að vera með. Verður þetta Pónsa skúrkur ársins aftur ef hann spáir Íslandi langt og mistakst? Ég til í það. Þú þurftir að heldur betur að breytt bak síðast. Ég var nú að leiðin að verða, svo bjargaði mig fyrir hotnandan í nóvember mánuði. Þú ert búin að vera þenni út allan bæ. Sérna segir neðst, gervigreindi sagði mér 5. til 7. sæti. Það er mat gervigrindarinnar. Já. Og maður ég vill nú fara í átrætsin. Ég tek meira mark á því, heldur gervigrindinni. Laga dokkóðan takk, segir ykkur. Já. Eitthvað rangur dokkóðin. Síðan er spurning hvort að Hjálmar hefur Hjálmar leist inn á línu? Já. Þú hefur gert það? Ég leist inn á línu, ég spilaði línu. Já. Leist inn á línu. Ég meina, sem hotnamaður? Nei. Ég var alltaf bara í hægra hotni leistir inn. Það var línum. Já, ég veit það, en það voru ofta alveg línumenn sem voru settir í hotnin og svo voru lotni leysið. Það var ekki 1980. Basti var ekki byrjar að vinna með 3 línumenn á 1980. Er Bob Panning, hann er svolítið Basti alltaf handboltans, er það ekki? Jú. Það maður pælir í? Já. Umdeldur, fer sína eiginleir, með einhverjum nýjungar svona. Hugsa þetta líka þannig, sko, ef allir spila sama handboltan þá vinnur besta liðið. Þannig að þú ert að spila öðru í sig handboltan. Þetta er svolítið góð spurning, hversu mörg er Bjöggi að fara að setja hann á mótinu? Þetta getur verið gott. Gæti nú verið eitthvað. Já, það er nefnilega á Epic, er hægt að sko er stöðull 3 á að báði markmennir skori að minnst eitthvað 1 mark í mótinu, Viktor og Bjöggi. Það er valjú. Það er bara þannig.
Við hann riðillinn, Slóinni að færi ef við hendum því aftur upp, sko, þetta er svona, þetta er veikasti en jafnasti riðillinn á mótinu. Eru Færeyingar að fara að gera eitthvað mót? Sko, slóinarnir hafa oft verið með öflutli, fóru í undanúrslit á síðustu ólympíuleikum, en þeir eru rosalegu meðslavandur. Sviss líka, alltaf erfiðir. Svissjarnir eru að koma með skemmtilega leikmennu upp. Færeyingarnir hafa bara aldrei verið betri. Ég vona að Færeyingar gangi illa. Gangi illa. Leiða og svo Færeyjar. Þetta er svo dönum og okkur gangi illa. Nei, þetta er bara svona, hefur ekki alltaf tekið þetta, Færeyingar eru æðislir. Þeir eru ekkert æðislir. Þetta er bara, vonandi gangið Þú veist, á hverju eru Færeyingar eitthvað æðislir? Þeir eru minn en við. Það er eina landi sem minn en við. Tala svona íslenska sem er svona. Tala á þóttu skrín á íslenska. Þetta er flottur riðill. En það er spurning hvort að Elias í skipagöndu sé með. Hann er búin að vera glímaður meðsli. Skipagöndan. Ertu ekki ánægð með það? Elias í skipagöndu. Jó, það er akkurat nöfnum. Elias á skipagöndu fyrir guð. Ég ætla að spá að Færeyjar að tapa öllu leikjum. Ég held að það sé ekki að fara að rætast til þér. En sjáum til. Færeyingarnir. Ég held að fara upp úr þessu riðli. Ha? Já, þannig það var þriðasæti. Nei, það eru 2. Já, er ekki þriðasæti eitthvað besta? Nei, bara 2. Okay. Er bara 2? Slóinettir eru það miklu vesinni að það er bara ég held bara að Slóinettir geti sittið eftir. Þeir eru sko í rosalegu bulli. Já. Okay. Það bara vantar einhverju 10 leikmenni. Þannig að það verður Slóinar og hvað? Nei, Montenegro og Færeyjar. Það segja allir stuðlarnir og Epic segja Slóinettir vinniðinariðil. Já, ok. En ég ætla að segja óvænt. Okay. Færeyjar og Sviss áfram. Já. Herru, þá var það Svíþjóð og Króatía. Þetta er riðill sem við horfum svolítið á því að Svíþjóð og Króatía er náttúrulega bara eins og fyrsti leikur í milliriðli. Og við verðum sennilega í baráttu við Króatana að berjast þetta sæti í undanúrslit með það er svakalegt sko. Með Svíunum. Já. En þú þarft alltaf að mæta einhverjum góðum til að fara alla leið. Já. En við erum að sleppa helviti marga góða. Já. En þú náttúrulega áttu slæma minningar. Ég er með rosalega slæmar, ég sá bara munin á Íslandi og Króatíu þarna. En það er munur í Zagreb eða Malmö. Ég var í Malmö í sumar líka. Gott að vera í Zagreb. Og heimsóttu Malmö í sumar. Þekki það. Já, og það ekki bara ágætt. Já, bara ábært. Takk fyrir góðar undirtektir. Ekki með eitthvað tips fyrir mig og mækaran. Já, ég sendi ykkur veitingastæði og ykkur götu til að forðast. Hjá mig að við erum að tala um Færeyjar, skoðan þín á skerpukjöti. Það hefur líka verið hans í fjölmiðlum í öðru samhengi. Ég get alveg sagt þér eitt, það var þegar ég bjó í Hraunbænum, það var kona frá Færeyjum sem að eldaði skerpukjöt alltaf. Þetta er versta lykt. Ég held fyrst íbúður í blokkinu að einhverja er dáið. Þetta er bara manneski sem verið dáin í mörg ár. Þetta er ógeðslega lykt. Alveg ógeðslega sko. Skatar er það er bara veisla liðin að þessu. Þannig ég er á móti skerpukjötinu. Það er mér fælið svar. Já. Herðu, hefur Hjamma verið ruglað saman flugmannin gegn eitthvað Bjarnar Frosta? Þetta er þetta ég mjög. lendi þessu nokkru sem. Ég lendi í þessu frægu atviki á leiðin til Flórida 2006. Herðu, flugferðin að fara að trýta mig bara eins og okkur kóng. Herðu, situr svona aftalega sér og ég segi, já, það er rosætt, ok, hvað viltu? Bara, veist, bara, viltu ekki kjúklinginu eitthvað svona? Jú, þetta var bara allt svona. Ég fekk hérna iPad, ekki iPad, það voru svona, veist, tölvur eitthvað svona fyrst þarna og tróði í mig alveg fullt af drasli. Og svo var ég að kveðja og herri, þú ert ekki Bjarni Frost. Sko, hann er einn af þessum mönnum sem eiga að leiki efstild bæði fótbolta og auðvitað spilaði náttúrulega með HK öll árin, en fór síðan bara í Haukaðan í restina og fólk tengir að freka við Hauka. Já, ég hef alltaf lítið á sem Haukamann. Hann var einhvern tíðan á stórmóti. Já, hann var á stórmóti. Já. Hann var pottet eitt árið. Hvað gerir hann í dag? En ekki flugmaður? Já, það er rétt. Hvað meinar þú varst að segja það? Það er fljótur að gleyma. Það er svo 8 sekúndur. Það segja sögur frá því. Hvaða mót var hann á? Var það... Þetta er sennilega... Er það 98 eitthvað? Þetta er rúglega þar ekstar. Nei, þetta er svona 2001. Þetta er seinna. Já. Hann er ekki í markinu hérna 2002. Nei, þetta er þarna einhver staðar í kringum aldamótin. Þetta er skemmtilegt. Já, hrikalega skemmtilegt. Erum við að fara í okkar riðil? Þarna byrjar þetta allt saman.
Fyrir ekki þetta, það er eitt hérna gott komment. Gunni Magg verður sakaður landráð þegar hann verður búin að leikri nokkur í drast fyrir milliriðlana. Já. Er hann með Króatíu það? Núna? Hann var leikarina fyrir Dag Sig. Já, hann lítur að vera þá bara aftur í því líturski. Já. Gekk vel síðast. Gekk heldur betur vel síðast. Herru, hérna strákar, það er Ítalía á föstudaginn. Ítalía, svo eru pólverjarnir á sunnudaginn. Já. Og svo verða ungverjarnir á þriðjudaginn. Og það bleið allt eðlilegt, þá erum við bara að fara í svona úrslitaleik og sigur í riðlinum og 2 stig í milliriðil við Ungverja á þriðjudaginn. Já, þetta er í rauninni gamla klísjan. Milliriðlinn byrjar þarna á móti Ungverjum. Og við löpum alltaf í gegnum Pólland og Ítalía. Pólland er ekkert sama lið og það var hérna fyrir ykkur mánu síðan. Og við verðum bara að taka Ungverjuna, vantar auðvitað, Lekai er ekki lengur. Nei. Í Ungverjalandi sem fór illa með okkur 23 og Miklerinn í markinu, hann er líka farin. Já. Eru þessi tímar þarna niðri? Þetta er mínus 1 klukkutími. Þetta er 1935. Þannig að við erum 5 og 1930 eins og náttúrulega segir. Það er 1,06 á Ísland vinni Ítalíu. 1,06. Já, þá er þetta að fara að henda þér í einhverja forgjöf. Já, en ég er að tala bara að Ítalía eiga ekki breyki okkur. Þetta er stórslis. Já, þeir eru líka bara með það mikla professionals að þeir bara, þeir hætti ekkit að spila handbolta þó að þeir sé ekki ykkur línumæður mótið þeim eitthvað. Eru pólverjar ekki góður? Nei, ekki eins og, nei. Pólverjarnir hafa ekkert getað í svona 10 ár. Já. Þeir eru handhafar forsetabikarsins. Já. Þeir unnu hann á síðasta heimsmeistaramóti. Já. Eftir að hafa unnið Bandaríkin í vítakastkeppni. Já, það var ég Hjálmar, pólverjar voru alltaf fáralagur. Þannig að þetta kemur hann svolítið óvart. Voru góðu til 2016. Svo bara eitthvað gerst. Það er eitthvað gerst. Já, þannig að ef við skoðum átræðsanu eftir, þá eru Ítalarnir bara líklegri í pólverjar. Það er rosa. Þeir eru rankaðir eða lélegri en af það sem áður var. Þetta var ekki svona Það er svolítið þannig Heyrðu, ef kannski að negla okkur bara í stuðlana. Já. Kíkja hans á átræðsin. Því þar kennir áhugavert að sjá þarna. Þannig er eiginlega bettin fyrst mér liggja. Í topp 3 og fleira og svona. Þetta verður oft spennandi bett. Setja eitthvað svona saman. Setja Danina sem sigurvegara. Já, eitthvað svoleiðis. Svíjana í topp 3 eitthvað. Búa til eitthvað svona. Já. Svo getur við náttúrulega að raða þessum sigurvegurum í riðlum og annað. Mér finnst Valjú og Sviss í 4 í dýrilinu. Já. 4. Þetta finnst mér að vera Valjú. Já, winner. Bara vinna riðilin. Já. Það er samt. Þetta er alveg smá, þetta er smá ríski. Smá ríski. Eins og lífið er bara. Þú ert ekki seldur, Hjálmar. Ég er ekki alveg seldur á Svisslendinguna. Ekki láta hann gappa því þetta. Ég muni ekki eftir það var eitt Baumgarten hérna. Djöfull. Já. Með það var ástæð fyrir ég brauti með tennundar svo ég geti spilað með góminn svona. Hvað er á Ungverjana? Þeir vinnir riðilinn 4-5. Ég sé Valjú þarna. Það er bara, þetta er eiginlega bara hvort Ísland eða Ungverjaland vinni. Já, og bara að fá uppsæti 450. Það er ágætið sásin, 450%. Ertu að tala um að þú verður bara glaður hvernig sem Nei, alls ekki. En bara minnst þetta gott bett. Í ljósi sögunar. Já, ef þetta er 50-50 eins og þeir að tala Já, þetta er við eigum að vera. Já, þetta er 60-40 og fær 4-5 á það. Ég myndi halda að þetta sé allavega hærri stöðull á þessu í rauninni heldur en að Ungverjinni vinna leikinu móti Íslandi sem er í rauninni, ætti ef allt er eðlilegt að koma út af því. Ég meina United City á laugardaginn 60-40. Þú myndir alveg fara á þessi 40 ef að fara 4-50 fyrir það, Já. Takk. Það er alveg rétt. Og þetta er, bara mista En en það er rétt sem þú segir að þetta verður ekki stuðla svona í leiknum sjálfum. Nei, ég myndi allavega ekki áætla það. Þetta er Valjú. Já, þetta er Valjú. Ég ætla að henda 100 evrum á Kristoffer Dag. Hann er komið góðan punktina. Orri Freyr markaðist í íslenska landsliðinu og mótunni það ekki alvöru Valjú á stöðulinn 5 og Epic. Líklega til að stela vítapunktinum. Hann byrjar á vítunum. Já. Er þetta ekki gott? Setjum við þetta. Jó, ég er sammála því. Með þetta allt á hreinu. En ef hann klikkar á vítum þá verður Ómar snöggur að taka. En Bjarki áhrifin. Bjarki þarf að spila eitthvað. Já, Bjarki þarf að spila eitthvað og saman náttúrulega með Ómar og Viggo. Viggo er bara elít skitta líka, skilur sem gæti hvílt Ómar aðeins. Síðan finnst mér líka
alveg sko value á Óðni upp á það að gera, hann náttúrulega eiginlega hægri hotnumæðurinn. Ég fæ bara verkjar í augun að horfa á Tate þarna skakklapast í hægri hotnunu. Já. Og finnst mér ennþá galið að hann ekki sé sómansinni að taka Sigvalda eftir að Kristján Örn datt út. En það önnur saga. Sko ég ætla bara Ómarn og 2. Ég nokkuð viss hann verið markaðastur. Gott valjú á bæði Orra og Óðinn. En Ómar tækir það bara. En það, eins og nefnir, með það hann takir Tate með, því að Ómar getur spila miklu meira, þú veist, það voru þetta kvílan varnalega í Ég held hotninu. að hann ekki fara að nota Tate eins mikið og þú heldur. Nei, en þú veist, að því að Orri getur verið heil og hálfleikan út af. Ómar þú veist, að fara að spila 50 mínútur í langflestu leikjum, sko. Já, heldur hann sé ekki að fara að vega Viggo meður upp á mótunum? Nei, ég held að mér finnst bara það mikill gæðamunur á þeim, sko. Þú veist, jú, Viggo fæ kannski 45, kannski, var í korterið, eitthvað svo lis. En, já, og ég held að Ómar verði, þú veist, Orri byrjar á vítanum, ég held að Ómar verði mjög fljótur að taka punktina á hann ef hann skorar ekki öllu. Já. Sá maður nú í, var ekki líka hún út frökkur sem hann kemur inn á til að taka víti. Í æfingalegg. Sjá hann svolítið sérstart. Viggo var líka, hann var skytta, vítaskita. Eitthvað til mann það ekki? Jú, náttúrulega í fyrra þegar Ómar var ekki. Viggo verður aldrei markaðastur. Nei. Það er bara, þetta er örugglega svona einhverju liti byggt á síðasta móti náttúrulega. Já. Þetta er þessi 3 á nefstu. Hann og margt eftir að gerast í mót. Hann og margt eftir að gerast. En við tökum bara, hjá mig, þú ert svolítið orravagnurum. Já. Hann verður markaðastur. Teddy er Ómar. Hjörvar. Ég er á Orra. Og ég er Óðni. Já. Þetta getur áhugavert. Vægasett. Já. Herru, svo er annað þarna skemmtileg strákar, það er þarna mörk í riðlin. Erum við með það? Ef við getum farið aftur í... Já, síðan er þetta hérna. Já, þetta finnst mér rosalt bett. Býtur nú við, mér Óður Ríkarsson skora með skoti. Hvernig gast þú kent, getur þú haldið á handbolta? Já, þetta var náttúrulega yngri flokkunum. Þarna var með Kristi. Já. Af því að þú getur þú svona ángríns Ég get haldið á þrist, en máli er sko, þetta er aðeins fara að ganga tilbaka núna. Ég er að tala full size handbolta. Já, það er þristur. Og en sko, putti minn, þegar ég var alltaf í handbolta með þrist og þetta, og svona mörgum ára setna, þá var putti minn alltaf bara svona, gat ekki byggt hann. En sást ekki hann og Tómas Steindós í hraðablöfskemninni? Jó, ég sá eitthvað því. Það var þristur. Já, naflinn, þú kukkaðir hann. Ég kukkaði hann. Já. En já, ég er sínd honum þetta í dyrunni. Er það sem er vinstra megin þarna? Það mörk í riðlinum. Þetta finnst mér mjög skemmtilegt. Þarna farið bara 50-50 bara bet, þú veist, í þessum 3 leikjum, sem sagt Ítalía, Pólland og Ungverjaland. Ellið gefins. Ellið, já. Ég held að það sé, já. Ég sammála. Hvað áttu við þarna? Mörk í riðlunum hvað? Gísli Þorgeir yfir 9,5, ég held að það detti líka. Gísli Þorgeir skori yfir 9,5 mörk í riðlinum, í 3 leikjum. Það var 3 leikir. Gefins. Hvað er það að byrja að gefa penninga? Ef ekki að nýta þetta gefins tilbúið, þetta bóndadags tilbúið á Ellið. Jú, sammála því. 1,9. Það er gefins. Mér finnst Elliði og Gísli skemmtilegast í þessu núna. Orri er alltaf bara skora 9-11 mörk bara mot Ítalíu, sko. Já, það er líka bara sérstaklega hann fær vítin líka. Já, en þetta er samt 1,9 á allt, sko. Þannig að þú getur alveg svarið bara í... Já, nei, maður sjá. Þeir eru ekki allir að fara að hitta. Nei, maður sjá fara aðeins over, hverju voru hann efst? Já, nei, ok, ég skil það nú. Spin the wheel. Já, ef að kynna það eins. Já. Fáum hjólið í gang. Já, byrjum á, ég getur aðeins að útskýra þetta. Sko, við ætlum að gera þetta í öllum þáttum og sérst á fyrir leiki sem kemur þá eftir á og nú er það þá gera þetta fyrir Ítalíuleikin. Já. Það sérst stuðlarnir á leikmanni sem að lendur á hjólinu, þeir verða bústaðir. Og Bingo Bjössi ætlar að í Bingolót. Já, svolítið svona, þetta er svolítið hressilega á þessu. Já, hver verður bústaður? Á föstudaginn, móti Ítölunum. Ítalía, hver fær bústerinn? Bústerinn, það er Janus. Það er Janus staði. Janus. En ég þekki líka ekta leikurinn fyrir Janus stað, það er einhvern veginn að hafa hann báðum mendu vallarins, keira svolítið hratt á þessu Ítali. Ég held að þetta
Geti orðið ansi skemmtilegt. Já, Býtu, okkur ekki bara taka þetta alla leið og segja Orri taka okkur alla leið og markaðastur á mótinu breytir ekki einum í 75 allstar. Já, ok. Markaðastur á mótinu? Já, það er alveg erfitt að markaðastur í mótinu. Já, sko, Mattias Gitzel er með svona 10 mörk að meðaltal í leik. já, síðan verðum við bara raunsað með það að við gætum mögulega ekki fara alla leið. En þú veist, pældi samt í þið fyrir síðan alla leið. Já, það er rosalegt. Já, en sko 75 er alveg ágætis valjú. Ha? Já. Já, þetta er eins og ég sagði, þetta er byggt svolítið á hérna síðasta móti. Þá náttúrulega var Ómar meiddur. Þannig að hann er ekkert að fara að spila. Hvað séru? 75. 75. Já. Já, Og ef við lendum í fórsetabyggar þá er það skora eins og Það er ekki fórsetabikar Já, það er en við erum alltaf að spila satt, við endum alltaf þá að spila um 5. sæti eða eitthvað svona dæmi. En hvað er slagast að Já, liði það er bara einn í leikur. mótinu? Er það Ítalía? Nei, Í öllu mótinu. Já, það er örugglega Georgía. það gjör ekki. Úkrænumennir líka hafa oft séð bjartar í dag. Kannski ekki alltaf, þú veist, ef hann skora 15-20 mörgum út í Ítalíu. Já, ok. Úkraín og Rúmenía. Já, í riðlánum, ef hún fer bara í sigurvegar í mótsins. Hvert er lélegasta liði í mótinu? Já, ef hún fer bara alveg neðst á það, Georgía, Úkraína. Ég skal lofa ykkur því að Færeyjar vinnur þetta móti ekki. Lofa ykkur því. 5.000 á móti einum. Þetta minnir mann á Leicester City. Já. Þú býttu verðt að sjá eitthvað í þessu. Maður veit aldrei. Til að setja eina efur á þetta. Já. En er eitthvað meira þarna svona, ef að hendi eitthvað svona, ef ekki hendi eitthvað séðil Jó. með svona átræts. Jó. Sko hérna, Ísland vinnur riðilinn, Orri markaðastur í riðlinum og Elli snær yfir 1,52 mínútur í riðlinum. 6,5. Já, ég er hrifin að þessu, þetta lítur vel út. Við erum auðvitað búin að tala mikið fyrir Orra og Já. hans mörkum og Elli er alltaf bara yfir 2 brottvísanir. Já. Það er sem gæti gest bara móti ítölunum. Aha. Já. Maður sjá hans til hliðar. Hvað var hann að hitt? Björgun Páll. Já, þetta er það sem ég var að tala um á hann. Já. Munu bæði Viktor og Bjöggi skora markið mútinu. Ég er ekki viss að Björgi fái það marga mínút. Nei, Ég held að Bjöggi skora alltaf. Bjöggi skora alltaf. Málið er Viktor er ekkert mikið í því að grýta hann með yfir allum öllum. Er það málið? Já. Þetta er meira það. Ok. En ég held að sé það valjú í því frekar að taka alltaf öllu leikjum Bjöggi yfir 0,5. Ok. Já, sérstaklega við sjáum hann er að byrja. Já. En er Viktor bara bara bang, bang. lélur að kasta yfir allan völlina? Hann bara er ekki þessi móðu fokkar sem Bjöggi er. Hann gerir þetta ekki. Hann er ekki af góður að Bjöggi í þessu. Nei. Hann er bara lætur að deyja sig. Já. Bjöggi náttúrulega er bara er alltaf náttúrulega. Hversu auðlegt er það samt? Ef að markið er opið skjóttu hendunum þá breyn. Já. Gotta have the confidence. Íslenski markmaður Vítakost varið framhjá yfir Vítum við. Já, það er sem sagt 6 Vá. víti að meira sem við Verjum. lokum. Verjum eða fáum ekki á Í mark. öllu mótinu. Já. Já. Já, 6 þetta- víti. já. Vítu að þeir fari ekki, að einhver bolti fari ekki í stöngina, Sem sagt yfir, að framjá. anstæðingarnir Já. brenni af Já. yfir 5,5 eða undir 5,5. Það er alltaf við. Yfir. Þetta er enda frábær lína. Já. Er þetta overs? Þetta er óversið það. Já, þetta Nei, er. veistu hvað, ég held þessi öndis. Aha. Þú veist, hvenær höfum við átt vítabanna í markinu? Viktor er náttúrulega svolítið svona, þú veist. Já, hann er vítabanna. Já, hann Já, getur svona, það er svo dauðafærsmarkmaður. Já, hann er stór. Já, stór. Hann er alveg víti, En Bjöggi, fer niður, fer niður. Og Þetta er geðveik lína. Ég er sammálaður. Hjálmar, hver var þinn svona kom inn á, bara verið víti fannst þið líklegur? Hver fannst þið líklegur? Svona bara fara aftur í tíman. Hann er röltað inn á. Við náttúrulega vorum í Hann er trylltur. algjöru vesinni með markmyndan den sko. Já, en hverjum hafður trú á að væri að fara að verja? Ég veit það ekki. Einar, Gummi Hrafnkels. Gummi Hrafnkels. Ég veit það ekki. Mér fannst þið alltaf verið í vesinni. Hotnið mástu, alltaf opið hotnið. Hotnamann fór inn, skutt alltaf næstung. En Bergsveinn? Bergsveinn, á möguleiki. Já, hann alltaf. Hann var flottur. Trilltur inn sko. Þetta var samt, þetta er ekki, mér finnst það gott bett. Heyrðu. Heiðarlega. Já. Ég hef nú skorað á hann viti og hann hefur reynda að væri frá mér lítið líka. En maður er þetta með reynslu að skjóta á hann. Mjög góð spurning með Hauk Þrastar. Er hann ekki að fara að eiga svona bestu leiki í landsliðsdreifinu á þessu móti? Sko, Jú, það er alltaf við þurfum svolítið á honum að halda núna. Já. Hann verður að stíga upp. En það voru aðeins áhugjefni hvað Hann hann verður að stíga upp. spilaði í rauninni lítið á móti frökkunum og slóun. Já, hlutverkið þess var ekki mikið og Nei. einhvern veginn. En við erum búin að vera svolítið að býða eftir honum og
eru svolítið með við tímabilið sem hann átt í Þýskalandi, stóðsendingahæstur og eitthvað 100 mörk 100 mörk og 100 stóðsending. Já, tökum það ekki på göttunni og við köllum bara eftir því að hann taki á sig stærra hlutverk og taki svolítið á skarið. Er eitthvað þar svona skemmtilegt? Hvað ef við förum aðeins við förum í þarna bara riðilinn til dæmis? Já. Þannig línan og hann 8,5. 8,5 You gotta deliver that, sko, man. Aron Pálmarsson er ekki með núna. Nei, hann hendur. Þú veist, geti haft góð áhrif á lið. Geti að vera svona eins og Rál hægt að spila með spænska landsliðinu eða þegar Cantona fór ekki með að HM 98 eða þú veist, hann hætti 97 en þú veist, hann var samt, þú veist, algæinn. Ég skal svara þessu 2. febrúar. Það geti að verið, þú veist, jákvætt. Sko, það sem var samt með Aron á síðustu 2 mótum að við þurftum ekki svona rosalega mikið að svona treysta á hann eins og við gert áður og hann var ókslega góður í því hlutverki, þú veist. Hann var svona að spila aðeins minna, skiluru, var bara byrja ekkert kom inn á, skila alltaf sínu mörkum, góða varnarlega. Þannig að við munum alveg sakna þess að við erum náttúrulega að fá Ómarinn aftur, sko, á móti. Og svo náttúrulega fær Haukur þá bara stærra hlutverk og hann þarf að taka það, sko. Já, við getum ekki talað eins og síðustu 2-3 mót hafa verið einhver árangur. Nei, minna, þú veist, fyrir hvað, 3 árum þá talaði Gummi Þjálfaralegt afrek. Já, Sigurinn gegn Brasilíu verið lengi í minnum haður, leikur sem skipti engum máli í millirili. Ég var á þeim leik Brasilíu, já, ekta hjá mig að vera mættur á þann leik. Þjálfaralegt afrek. Já, Hvað var hann í Gautaborg? Það var stærri svíðu Já, ég var einmitt, þetta var þarna á þessu stórmóti líka, þarna var maður bara komin á köpun og bara horf á United Arsenal. Sko, ég ætla að vera mjög líflegur á X-inu yfir þessu móti. Það er þess að vakna þarna á X-inu. Já, það er gaman að heyra. Ég ætla að taka mikið Valur handbolti í mig. Ég er svona mikið að velta steinu. Íslenska liðið virkar ráðalaust. Það verður gaman að Hitt undir þjálfaranum. Og svona vera mikið að spjalla Valur handbolti. Valur handbolti. Ég verð bara ég með ekki sjá neitt. Ég verð bara Ég er líka, núna, það er talandi um þetta ból, nú erum við að spila snorraból. Snorraból. Þetta verður skemmtilegt. Það er engin spurning. Herru, eru sömu óumsennilegu broadcast rætirar hjá Naflanum og Lóa Geirs? Já, það segir sér sjálft. Það ekki? Þetta Getur fengið að sjá þetta? alvöru dæmi. Já. Þetta er stórgóðslegt. Hvað er svona ykkar uppáhalds að það? Það er með að sé ekki verið að breyta útlitinu með stuttum fyrirvara. Það er maður með sminkuna, hvað er þetta engar siðbúnar tilraunir með útlit. Mín absolutt uppáhalds bara þegar ég settist og skoða þetta með minni fjölskyldu. Það er bílastæðamálin í Efstaleiti. Keilan. Ég sagði bara, þetta þarf að gera út allt. Og núna er ég að vinna í þessu upp í Dóttarfútbólu upp í Hammarborginni. Að bílastæðin séu greið. Þau eru í ólestri greið leið að vinnusvæði. Þau eru í ólestri. Já, fyrir það sem að sofa yfir sig. Það er bara ríkalegt. En neini, þú getur alltaf lagt bara í landsbókanum. Svo erst þú náttúrulega með passa. Eldri borgar að passa. Þetta var svakalega gott hjá honum. Þetta er helviti gott. Ekki zooma á nálætni með í byggjum það. Já, það er mín uppáhalds. Ég var svolítið hrifinn á þessu zoom. Það er bara zoom. Ljóstilt fyrir eðlilega húðtóna. Þetta er eitthvað sem Búlis mætti aðeins taka þetta var svolítið beint á þeim. Já, þetta er sneið. Já, þetta er sneið. Naflinn sendi þennan lista bara á það. Já. Í framhaldi. Hljóðpróf, klára tímanlega. En hvað er tímanlega? Hversu snemma er Logi Geirs mættur í hús fyrir þetta tökur? Eru persónulega aðstofamæður. Það var líka, ég var mjög hrifinn af því. Já. Persónulega aðstofamæður. Já, þetta er sko allir Logi Geirsson síðan þeim sem á sko fleiri leikjum í Íslandi í sjónvarpi en inn á vellinum. Já, hann er búin að vera náttúrulega í þessu síðan 2012. Hann á ekki droslega margar leiki sko á stórmótum í Íslandi. Meiddur, ég meina hann er sko hættur í landsliðinu fyrir 30, eða hættur í handbolta bara fyrir 30. Já. Þannig að þetta er áhugavert. Já, þetta er samt algjör snilld. Þetta er meistari. Og græna herbyggið er safe zone. Já. Hættu þetta. Þetta er bara geðveikt. Þetta er snilld. En líka bara með næringuna, þegar maður er búin að vinna í sjónvarpi lengi, það er mikið verið að vinna með óholt mataræði. Já, það er óþolandi. Þetta mun ég algjörlega, og ég verið að gera þetta í Doxornu,
hann fær bara kjúkling Hjálmar Baðum hambúrgar, fekk hambúrgar einn daginn Tekið eftir því hann fær bara kjúkling það er ekkert annað það er óumsemjandi það var einu sinni sem kom hambúrgari og það hann var þreyttur hann var þreyttur 10 mínútur í seinna áleik þá fann ég að hann var orðinn þreyttur en þá hendi hún í safe zone-ið það er líka, varst ekki með sódavatn líka það er ekki kaff og te í lágmarki og passa orkudrykkina þá fer orkustíð upp og svo niður aftur það er gaman þetta er stórkostlegt hann er líka, það sem hann kann að gera betur en allir, hann Logi vinnur okkar er að búa til buss það er allir að tala um þetta það er allir að tala um Loga Geirsson í dag þannig að hann bara þetta er meistari herru strákar, kemst Ísland í úrslit já, 1,07 skarbi töf úrslit? þetta er bara úrslit að leikin sko fyrir þig sem endur sko þetta og menna 7% ávöxtun þetta er ekki 7% já, 1,07 1,07 en þetta er náttúrulega betra en sko nú er Amarok fyrir störu aftur aðeins og leiðin niður ættu þú kannski frekar fólk að kassa þar út setja allt það nei og sækja nokkuð örug 7% þú sem endur skoðandi svona ráðleika fólki og þetta er náttúrulega miklu meira ársbasis þú getur líka bara mætt með skjálatöskuna á skrifstofur Epic setja þetta svo færðu 7% ofan á þetta var að sjóðu fjölskylduna neyðarsjóður og svo verður maður eini maður sem grætur þegar við förum í allarlega úrslitaleikin hvað erum við með metalífuna já ég er nú hrifnar af þessu 5 eða farið 14% þetta er einu sinni gest tvísar hvernig voru við þriðasetti voru þriðasetti í 2010 emitt á réttjáður það kemur alltaf að þessu það stýttist alltaf í þetta þetta er skemmtilegt með hverju mótinu það er fullt af veðmálum hann inni ég mæli með að skoða þetta það er eða kannski sýnið það er að því að ég náttúrulega er svona að vera kannski maður er ekkert unglab lengur ég var lengi að finna þetta mjög lengi að finna þetta mjög lengi að finna þetta þeir fara í mótaveðmál og þarna European Championship þarna erum við með átrætsana bara á móti það er, þú veist, hverju vinnar riðlana sigurverðarna, markaðistir í mótinu og allt þetta en ef við viljum bara fá Ísland þá er Iceland Specials þarna kennir nefnilega ímissa grasa þetta er það sem við vorum að fara yfir áðan en við hljótum að vera sammála því að Óðinn aftur fyrir bak mark það er ansi góðu stuð en skorar svona í hverju móti þetta er gott, þetta finnst mér gott ná 10 marka fórustu ég held að séum alltaf að fara að ná því að móti annarkvort Ítalía, Pólandi mjög líklega 5,5 brottisanir já Orrið 15,5 6 já skemmtilegt þið haldið við náum 10 marka ég er kannski svo eini sem er ræddu við þetta ítalska lið það getur nú bara þannig á mig Gaupi er búin að ræða mig ég ætla að fara allan heim og smíða ykkur að segla þetta út úr þessu Tjatti er að spurja þetta ég var í München þegar við töpuðum með 8 mörkum fyrir Ungurinn 2025 töpuðum með 8 mörkum skítöpuðum ég fór á fyrstu 2 og fór heim og það var það skemmti fyrir okkur en nei, var þetta ekki 2024? 24 þetta er ekki 24, ég var þarna líka það var í München við vorum alltaf saman í München Teddy og ég var á þessu leik á móti Ungverjunum, þetta var Lekæ leikurinn og við erum lausir við Matti Lekæ núna og þeir klúruðu líka fyrir okkur 23 í Svíþjóð það voru 5 mörgum yfir og 20 mínútur eftir eða eitthvað klúruðu því en við ætlum að vera með þess að ætlum að vera bara alltaf á þessum tíma á leikdag og velta steinum og svona rýna í áttu fleiri speciala fyrir mig I like specials strákar rúli eða eitthvað specials fyrir okkur Ímir yfir 3,5 mörg í mótinu og Ísland kemst í undanúrslit og markmaður Íslands með skora í mótinu þetta er skemmtilegt að í markmaður Ísland ég er alveg samfæður að Bjöggi muni grýta einum yfir allan völlin sen er þetta Ímir skor 4 mörg í öllu mótinu þetta er bara já og sen Íslandi undanúrslit já, large það er large á þetta já, large sem eru 15 eurur large tæmdu bankan
Vá. Já, það er að senda í skoðun. En þeir samþykja alltaf skoðuninu. Það er búið að Senda í hérna skoðun. það er búið að ganga of vel þarna á þessu mesturum. Þetta er áhugavert. Já, þetta eru 100 eurur, einhvern góðan á tjattinu, strákar, eru þið með einhvern góðan þarna? Er eitthvað að dett inn á tjattinu? Með einhverja Já, 100 eurur að dett inn. Eitthvað sem kemur gott comedy núna. Já. Það er alltaf gaman að... Eitthvað sem er sniður. Já. Við hefum 100 eurur eftir. Hvað sérum? Já, ég er að fara og naflin er að fara líka Og Mækar er það ekki? og Hjörvar og Hjálmar eru mjög Við líka erum sjóð heitir, sko. líkjandi heitir. feldi. Já, þetta er Herru, nafli, við erum að fara á milliriðlum. Já, mikið er ég spenntur fyrir því Já, þú ætlar að taka síðustu 3, Já. ég tek síðustu 2 Já og svo, það verður og svo sennilega eru að fara að framlengja þegar við förum til Herning og kannski hitti Hjörvar okkur bara þar. Þið Já. verðið þarna í einhverja 2-3 vikur. Hjá mig náttúrulega öfundur okkur mikið að vera þarna í mínus 10 gráðum í Malmö. Það er aðalega það sem Já. situr eftir í honum. Spilum við á bóndadaginn? 27. Já. Nei, það er já, 2070. er hann ekki Nei, 27? föstudaginn í næstu 23, viku fyrir ekki. hvað er Fyrir brjálæði? föstudaginn 2003. 23. Já, föstudaginn í næstu viku. Spilum við á þeim því? Já, það er leikt Bóndadagur, Fyrsti leikur í af hverju stendur milliriðli. hérna þessi 13. febrúar, það er rugglega. 23. janúar er bóndadagurinn. Það er föstudagurinn í næstu viku. Já, veistu hverju við eigum þá? Fyrsti leik í milliriðli. Þá erum við líklega að fara að spila múti Svíunum á þeirra heimavelli. Á sama hátt og við spilum við Króatan á þeirra heimavelli. Mun sagan endurtaka sig. Mér langar að gera eitthvað svona bara allir sleppi að mæti vinnu þennan dag sem Já. kallmenn Já. og bara loki sér af inn á einhverjum bar Já. þess svona keiluhöllinni eða eitthvað staðar bara frá hádegi Já. og eru bara einhvern veginn í Túborg Það var eitthvað Sína Það finnst mér nú bara- samfélaginu Tökudaginn átilan. Já, Já. það væri nú eðlilegast. sína samfélaginu Það hvað kallmenn eru- eru raun mikilvægir fyrir fyrir samfélagið. Já, Já, Skipta ómissandi. þetta er nú, já, nú smá menn getur að ádela skiptast líka. á höggum fyrir leik Já, Herðu, Við erum að fá Svíjana á þeirra heima allar bóndadaginn. Vá! Já, Hjörvar ekkert að grínast með þessi pöring já, verðum við ekki að henda eurum á þennan Gabriel Pétursson. Gabriel 2012. Pétursson Hvað gerir þú nú? Gabriel, Hann þarf reyndir að vera aðeins eldri en 2012 sko já, er hann 2012 mótil? Já, ég veit það ekki, ég bara sé Þá gengur það ekki. hann, Hvað kom hann með? Það gengur það ekki. hann segi að ég var ekkert að grínast með með pöringi Já, frábært Sjáum til það, þið finnum já. út úr því. með hérna stóra. Ég er ekki með, skilur ekki að velina á mér. að það skott Þetta var geggjað mót, vá. Þetta verður rosalegt og við erum að fara í undanúrslit. Ég er að segja ykkur það. Erum við ekki bara að fara alla leiðið í ár? Er þetta árið? Nei, þetta árið. Já, ég er svona, það er eitthvað eftir að vera með ykkur, sitja með ykkur inn í dag, þá er eitthvað ímanni svona, hvað fá að Ísland vinnur? Hvað fá að Ísland vinnur? Vinni mótið? Já 21. 21. Er þetta ekki 15 Ég eurur? er nú svo röglaður, ég... Það er miklu sniður að setja þetta heldur stöðl 7 og það komist í úrslit. Já, Já, ég já. sammála Það er því. miklu hérna Sammála því. Herru, er ekki 2012, þetta er glitch. Já, Gabriel, þetta er ekki glitch Nei. Glitch in the Matrix Það sem við kallum það. Glitch. The glitch. Þannig að hann vinnur þetta. Já, það er ekki 21 á Ísland, vá. Já. Many men wish death upon my putting stroke Góðan Garcia 97 Já, þetta var sem sagt ekki AI generated. Þetta Nei, vídeó svo var sannarlega ekki. Nei, þetta var og real. nýr lab-bútur sem ég er að vinna með og þróa minn leik með Býtum maður samt spyrja einu. Þýskaland 22 á móti einu. Já, sko, Þeir eru ekki góðir. Jú, þeir eru fínir. Þeir eru bara í mjög erfiður milliriðli. Maður er nú svo röglaður, já. Frakkarnir, það er svona Ég skoða þetta. Frakkarnir. Ef það er eitthvað valjú þarna, ef menn vilja fara gegn Danmörku, þá myndi ég setja á frakkana. Þetta er samt ótrúlegt, 1,4 sigurveri og næsta er með 9. Ætli ef ekki að verið spila fótboltamót þar sem að einhverja lið hafa farið með 1,4 það er að segja, þá er ég að tala með landslið Einmitt. það er ekki að tala um þýska boltana Já, og, meina, og næsta lið var með 9. Já, Ég hef ekki séð þetta. Ég efast Nei. það. En þetta var, sko, fyrir síðasta EM, þá var, þeir voru kannski með aðeins herri, það var undir 2, minni mig, en þeir unnu það ekki. mestu favorit sem ég kannski séð í fyrir stórmót það var ábúinlega verið Frakland 2016 það var allavega, var stemningin þannig og Á heimavelli. allir hérna Brasilia 2006 var hansi svona ég svona man náttúrulega ekki alveg ádrætt en Nei. þarna var maður að stíga sín fyrstu skrefa á netinu Jú.
og Hættulegu staður. þannig að nei, á netinu í sportsbók Já. það var ekki þessi lúksu sem að væri með Epic og Nei. en maður var þá að byrja að feta fyrstu skrefin á sportsbókinni og það fór á stundum eins og það fór en þá var maður ekki með eitthvað svona góðan liðsmann eins og Epic Bet Nei, þetta er við sem að lifum á góðum tímum í dag já. Og þetta er ekkit eðlilega mikið af gúr með stöfið þarna inn á þessu Já. ádræts. Þannig að skoða það. Nafnilega ekki að fyrir föstudaginn. Hefur ekki að hendi eitthvað svona sikkot ádræts seðilinn. Jú, við gerum það. Við Já. græfum eitthvað góðan stíl fyrir föstudag sem hægt er að elta. Já. Jafnvel með einhverju góðu. Kannski smá bústir. Já, boost. Þú getur ekki sett á FA-haugana einu sem booster. Það eru það fór illa. aðdándur ennþá reyðir yfir því. En þessi að við fyrir lengan en Svíjar 2,3. Þarna myndi ég elta 60% ávöxtunna frekar held ég. Þú myndir setja neðarsjóðan á hann. Já, heimavelli. Og hvað með það? Það bara skiptir hellingsmáli. Veitu, hvenær er við aftur að halda á þeim? Það er 2031. Nei, við getum farið með Svíum, eða þú veist, þarna er þetta bara, en svo getum við náttúrulega bara mættum í leiknum með 3. sætið. Það sem þetta ræst þar. En þessi nýja þegar við háum 2030 verður það í nýju Já, verður í þjóðarhöllinni. Hvar verður hún? Hún verður í Laugardalnum. Já. Heldur hún muni rísa? Já, Ekki séns, það er ekki, nei. Þessi Hún mun rísa. þjóðarhöll Það er verður í Þorlákshöfn ef hún verður byggð. Já. Þá er hún kannski byggð líka. Já. Það er ekki séns að hún sé frá að vera að byggja hana þarna í Laugardalnum. Að loða kostnaðurinn. Hann svíður. Gleymdu í þessi þjóð. Það var engin höll komin 2021. Nei. Við erum sko 2030 þegar það er 5 ár í það. Já. Þetta er bara Það er ekki séns. Alltaf með að það er ekki búið að gera sneitt í þessu 2 ár. Já. En það er einhverja frétta að vænta í februar. Stay tuned. Já. Það er búið að setja saman stýrihóp. Hjálmar, ert þú ekki í þeim stýrum? Það er hættin að vera í honum. En erum við að byggja á einhverjum rishöll bara fyrir einhverjum nokkra leiki í þessu móti eða? Nei, Þetta er náttúrulega ekki allt móti í okkur eða? Nei, við fáum bara eitt riðilega eitthvað. Svo er þetta að vera með alls konar flotta sýningar og tónleika. Já, þetta er fjölnota Setjum þetta bara í íþróttahús. staðangötur. Já, 600 manns og málið dött. Bara, eins og Bormóð höllin. Já, Bara svona góð stemning. Fáir áhörður. ég skal lána í krigan. Já. Það er búið að kriginu er hýst, eða smárin, það er Smári. hýst heimsmeistaramót áður. Já. Það styttist í Final Four í smárunum í körunni. Já. Herri Hjami, svo fólk vil að þú hendur í eitthvað sæla líka. Já, ég verð með nokkra sala. Þú ert nú eitt svo allra naskasti Já, í þessu. Sá Klóki, hann verður á sínum stað. en maður gerir ekkit í flumbri. Maður hugsa þetta vel. Nei, hugsa þetta vel. Við verðum konum með eitthvað hérna, hverju veislu fyrir föstudaginn. Herri, verður ekki bara að vera góðir, drengir? Jú, minnum bara þáttinn á föstudaginn 1. Já, verðum á sama tíma bara. Alla leikdaga. Sjáumst þá.